Mér sýnist við geta, Finnur heiti ég, Sveinsson, og ég byggði þetta hús hérna og mér sýnist við geta haft þetta sem er svona lítið þægilegt spjall hérna saman og hérna í staðinn fyrir að fara í gegnum allan ferilinn þá ætla ég nú kannski bara meira að lýsa okkar tilfinningum og vinnunni við þetta hús. En við fengum þessa skrýtnu hugmynd vorið 2015 að byggja fyrsta umhverfisvottaða húsið á Íslandi og á þeim tímapunkti þá held ég að ég hafi nú heyrt fleiri úrtöluraddir heldur en aðilar sem að væru og töldu þetta skynsamlegt á þeim tíma. Í dag þá er hins vegar þetta hús búið að fá mjög mikla athygli og þetta er búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegur tími en líka erfiður. Nú þegar við fórum í og réðast í byggingu á þessu húsi þá hérna ákváðum við að við ætlum að byggja hús sem að væri umhverfisvottað, ekki bara umhverfisvænt, það var mjög mikilvægt fyrir okkur að geta staðfesta að húsið væri vottað, en það átti líka að ekki bera það með sér að það væri umhverfisvottað. Þetta átti að vera hönnunarhús, þetta átti að vera fallegt hús og fólk átti ekki að horfa á það og segja vá, þetta hlýtur að vera umhverfisvottað. Það átti eiginlega frekar að segja, jáhá, er þetta hús umhverfisvottað? Og við lögðum upp með það og hérna við hjónin, ég og Þórdís kona mín, ég held að við séum alveg sammála það að þetta hafi tekist afskaplega vel að byggja húsið og okkur finnst það allavega fallegt. Við líka erum búin að vera lengi eða ég er búin að vera lengi að vinna í umhverfismálum og mér fannst nauðsynlegt þegar við réðumst í þetta verkefni að við vildum sýna fram á þetta væri hægt og þar er kannski aðalmálið það að við viljum sýna fram á það að það geta allir gert eitthvað og við erum hluti af lausninni og umhverfisvandamálin eins og hefur verið rætt áður að þegar maður byggir hús þá á hús að standa í 40, 50, 60, 70, 80 ár og við erum að byggja einn hluta af vandamálunum og við erum líka að byggja einn hluta af lausninni sem við ætlum að vera búin að leysa eftir 10 eða 20 ár þegar kemur umhverfismálum. Og við viljum líka svona segja Ísland, við erum ferðamannaland, við seljum ferðamönnum það að við erum mjög umhverfisvænt land og auðvitað eigum þá haga okkur í samræmi við það og byggja þar af leiðandi umhverfisvænar byggingar. Við vildum einnig sýna fram á það að það gæti hver sem er byggt svona hús. Ég er umhverfisfræðingur, kona mín er læknir, við kunnum ekki að byggja hús en við vildum sýna fram á það að ef maður geti á annað borð byggt hús að þá væri það ekkert flókið að hafa það umhverfisvænt. Og hérna við vildum ekki segja bara þetta er umhverfisvænt, við vildum segja þetta er vottað og það var trúverðugleiki fyrir okkur. Við líka lögðum upp með það að húsið hjá okkur ætti að vera í öllum meginatriðum eins og íbúðarhús almennt. Við ætlum ekki að vera með einhverjar flóknar sérlausnir í húsinu. Það voru margir sem komu og bent okkur á það að þeir væru með innan gæsalappa vöruna sem væri svo umhverfisvæn. En við vildum segja, við viljum að vöruna sem við ætlum að nota í húsinu að það séu til á markaðnum að því þannig breytum við í raun og veru hegðunarmynstri og þannig fáum við verktak og aðra í lið með okkur og síðan kannski það sem var einna mikilvægast í þessu er það að við vildum ekki að þetta hús væri dýrara að vera með umhverfisvottað hús, það mátti ekki vera dýrara en venjulegt hús af því þá byggir fólk ekki umhverfisvottað, það horfir það mikið á peningin. Og áður en kannski held áfram að þá get ég sagt að miða við það að við erum með hönnunarhús með flóknum hönnunarlausnum, ekki umhverfislausnum, heldur hönnunarlausnum. Þá er verð á fermetr cirka 500.000 krónur sem er bara ekkert óalgengt fyrir íbúðarhús á Íslandi í dag, einbýlishús. Þannig að við erum ekki búin að vera að gera neitt sem er mjög dýrt úr umhverfis sjónarmiði, heldur við höfum verið aktíft að leita að vörum sem er á markanum í dag af því við erum með steinullarverksmiðjuna hérna hjá okkur þá erum við með íslenska steinull, við erum með málingu við hefum gjarnan viljað vera með meiri málingu frá málingu en þeir voru bara ekki komið með Svaninn á þeim tíma og annað sem er bara algengt á markanum í dag.
Það sem að kannski gerir þetta hús síðan frábrugðið öðrum húsum það að við unnum með steypugæðin í húsinu og kolefnisspor steypunar eða kolefnisspor útveggja og milliplötu sirka 40% lægra heldur en af venjulegum húsum, steypu í venjulegum húsum. Það gerum við annars vegar með því að vinna með gæðisteypunar og hins vegar með það að minnka þykkt á veggjum. Við erum með orkunotkun sem það bil helmingi minni heldur en í venjulegu húsi og það gerum við meðal annars með því að við erum með loftræsikerfi sem með hitaendurvinnslu. Þannig að við nýtum hitan sem verið að taka út úr húsinu til að hita loftið sem að koma inn í húsið. Þetta ágætt en það sem algjörlega frábært við þetta kerfi það að það myndar yfirþrýsting í húsinu, þannig ég ekki að fá umhverfisrík, mold og sand og annað inn í húsið. Við erum með glugga sem eru það bil að flatarmáli cirka 18% af yfirborði hjúpsins gluggar. Almennt að þetta séu 33% á húsum á Íslandi í dag. Síðan þurftum við náttúrulega að vinna með kuldabrýr og ýmislegt annað og einangrun, við erum með örlítið þykkari einangrun heldur en gengur að gerist í húsum. Voru samt ekki einangra mikið meira. En svo kannski hægt að taka það fram að við unnum, það voru margar góðar hugmyndir sem við fengum inn. Eitt af því sem við vorum að horfa á var í staðinn fyrir að vera með steinsteypt hús að vera með svokallaðar CLT-einingar sem eru timbureiningar. En 2015 þá var það bara ekki orðið algengt, þetta var svona aðkoma til landsins og ef við ætlum að breyta íslenska byggingariðnaðinum þá var ekki tímabært þá að fara yfir í CLT-einingar, þó ég kannski myndi gera það í dag að pröfa þær einingar. Það hefur meðal annars að gera með það að íslenski byggingariðnaðurinn steypuiðnaður. Nú, ýmislegt annað sem við þurftum að vinna með en kannski það sem áhugaverðast að horfa á í þessu efnisvalið og eins og Lilja kom inn á, við þurftum að fá hvert einasta efni sem fór inn í húsið hjá okkur. Við þurftum að fá það samþykkt af Umhverfisstofnun og þar kom kannski inn í það, ég hafði samband við hann Sigga hérna hjá Bíkó og spurði vil ég vera með okkur í þessu verkefni, vil ég vera með okkur í það að útvega efnið í umhverfisvottað hús því að við þurftum að fá samþykki frá fólki og framleiðendum út alla Evrópu og ég var ekki með neina tengingar en innkaupafólki hjá Sigga var með þær tengingar. Og við þurftum að elta þessi samþykki ansi víða og það gaman frá því að segja að það tók vöruflokkastjórana hjá Bíkó kannski 3-4 mánuði að vera komnir inn í svona hugsunarháttinn og verða sjálfbjarga í því að útvega þessar efnissamþykktir. Og það sem við síðan gerðum þá í framhaldinu af því þegar að við vorum komnir með efnissamþykktir og svo framvegis þá vildum við gjarnan að viðskiptavinir hér getur séð hvaða vörur væru leyfilegar í umhverfisvottuð hús og það kannski það sem þeir hafa verið að gera seinustu vikuna að merkja hér í öllum hillum hvaða vörur eru leyfilegar í svona hús og svo hvaða vörur eru vottaðar. Nú timbrið, við þurfum að vinna mikið með timbrið, allt timbur í húsinu að það kemur úr sjálfbærri skógrækt og það allt timbur í húsinu líka vottað úr sjálfbærri skógrækt og þetta var töluverðu verkferill að ganga úr skuggum þetta en aftur það gaman þegar eitthvað gengur vel en talandi það gaman þegar eitthvað gengur vel að þá náttúrulega líka krísur í því að byggja hús og við lentum í ýmsum vandamálum við þurftum að kaupa sér einangrun og svalirna hjá okkur út á ákveðnu vandamáli við byggingu en svo til dæmis með málingu það mjög erfitt að fá málingu sem svansvottuð sem fyrir útirými á þeim tímapunkti þegar að ég var að byggja þá vorum við að leita svansvottari málingu fyrir votirými baðherbergi, nú hún komin hjá til dæmis Kópan. Það voru ýmis grunnar, þess að grunna undir málingu sem við vorum í vandræðum með og svona sérmáling, það ekkert vandamál að fá eiginlega alla innimálingu sem svona almenna notra svansvottaða. En leiðum við ætluðum að fara að gera svona lasír, hálf gegnsætt
viðarpanel, þá var þetta strax orðið pínu vandamál hjá okkur. Stærsta vandamáli voru hins vegar kannski iðnaðarmenn á autopilot. Iðnaðarmenn eru bara vanir að nota sínar vörur, þeir vilja ekkert vera að skipta og þó svo maður hafi verið búin að semja við iðnaðarmenn að þeir ætlaði að nota ákveðna vörur, að þá voru þeir bara mættu þeir með sínar eigin vörur og voru ekkert að hlusta á það sem við vorum búin að vera að tala við þá. Og síðan náttúrulega var kannski farið og keypti eitthvað og menn held að þeir hefur verið að kaupa vöru A en fengu vöru B afgreidda og þetta gerðist nokkru sinnum og þá var það kannski aðalega því að vörur heita mjög líkum nöfnum. Ég get tekið sem dæma því að með hann Jón frá Málingu hérna í hópnum að það til eitthvað sem heitir kóbalgrunnal og svo til eitthvað sem heitir grunnal og þetta ruglar fólk alveg, þetta ekki sama varan en þetta ruglar fólk alveg í rýminu. Nú, rakavarnir, við þurftum að vinna mjög mikið með rakavarnir í húsinu, við þurftum að loftþéttleikaprófa húsið, við þurftum að láta kvoða í kringum öll vatnstæki, salernisskálur og svo framvegis. Þannig að ef það færi að leka, þá myndi þetta ekki leka inn í steypuna, þetta myndi ekki leka inn í veggi, heldur þetta myndi alltaf leka út og maður myndi sjá þetta strax. Þannig að það var hægt að grípa til aðgerða leið og eitthvað myndi gerast. Og við þurftum, áður en við létum loka þakinu, þá þurftum við að rakamæla hverja einustu spýtu í þakinu til þess að vita hvert væri rakastigið í spýtunum, áður en við færum að einangra og loka. Og þá það þannig að það ætlast til þess að rakastigs timburs sé ekki meira en 18% þegar það lokað. Og ég held að húsið okkar sé eina húsið á landinu sem hefur verið, hver einasta spýta hefur verið rakamæld. En þetta var áhugaverð pæling. Svo það náttúrulega rakastig í steypu, hvert má rakastig í steypu vera áður en þú málar hús, inni, áður en þú leggur gólfefni og svo framvegis. Og þetta búið að vera mjög áhugaverður ferill að læra þetta allt saman og líka kannski að læra hvað þekking á þessu sviði ekkert almenn. Það mjög erfitt að fá þessar og grafa fram þessar upplýsingar. Loftþéttleiki náttúrulega aðalega mældur til þess að komast að því hversu mikið hitatap úr húsinu. Við gerðum hins vegar þá æfingu að við vildum líka skoða ekki bara hitatapið, heldur við vildum líka skoða hversu mikill raki að fara í gegnum rakavarnarlagið og upp í steinull og þak. Þetta svona hluti af því sem farið fram og þessi gert í byggingarreglugerð. En af einhverjum ástæðum þegar við fórum að leita aðeins að gera þetta fyrir okkur að þá var mjög erfitt að finna einhvern sem hafi gert svona rakavarnar eða loftþéttleikapróf. Þannig að þetta ekki mjög algengt þegar að vera að byggja hús á Íslandi og vonandi verður nú breyting á því, sérstaklega þegar menn eru með þá timburþök í húsunum hjá sér. Nú, var þetta flókið, var þetta erfitt og ég ætla eiginlega bara að segja, nei, þetta var þegar upp staðið og maður lítur tilbaka, þetta tók þetta á að finna efni, en þetta ekki eins flókið eins og það lítur út fyrir og ég ætla eiginlega bara að segja þegar að aðilar eins og Byko eru farnir að merkja vörurnar sínar í húsunum, hvað má fara inn í svansvottað hús og hvað má ekki, að þá þetta eiginlega bara ekkert mál. Það 70% af þessu kannski þegar þú ert búin að hanna húsið, það bara að velja rétt efni og þá þetta ekkert mál að velja efni sem að má fara inn í umhverfisvottað hús þegar að það farið að merkja þetta eins og við verðum að gera hérna í húsinu. Nú, lærdómurinn, geta allir byggt vistvænt? Já, ég held að við hjónin séum búin að brjóta ísinn. Við erum með gagnagrunn þar sem við settum út allt byggingarefni sem fór í húsi hjá okkur og það kannski áhugaverð það að núna til dæmis fjölbliða smáíbúðablokkin sem IKEA byggði, hún líka vottuð, þannig að það eru fleiri aðilar farnir inn í þetta. Það eitt annað verkefni í gangi og ég á nú alveg vonað því að það komi 2 verkefni inn mjög fljótlega. Ég segi líka það kannski að byggja vistvænt fínt, það þurfi ekki allir að fá vottun, bara það að fara að kaupa aðeins betri efni mikill ávinningur. Þetta dýrara? Já, eins og ég sagði, þetta kostar cirka 500.000 kall á fermetr sem ekkert brjálæðislega mikið samanborið við önnur hús.
Ég vil eiginlega halda því fram að það skiptir meira, hönnunin á húsinu skiptir meira heldur en umhverfisþátturinn. Ætla ég að vera með flísar, ætla ég að vera með parketta, hvernig gólfefni ætla ég að vera með, ætla ég að vera með granítplötu eða ætla ég að vera með einhverja aðra plötu í húsinu mínu. Það hefur meiri áhrif á kostnaðinn heldur hvort þetta sé umhverfisvottað hús eða ekki. Það er svona lærdómurinn að þessu. Það sem að kostaði, jú, við settum loftræstingum með endurvinnslu á hitanum, við erum með rakavarnir og við erum með loftþéttleikapróf og ég ætla bara að segja að þetta eru gæði. Þetta er ekki kostnaður, þetta er bara gæði, ég er bara með betra hús út af þessu. En hvað þarf til þess að þetta verði svona almennt og þetta verði, eins og ég segi, mainstream, og það er það að sko viðskiptavinir spyrji, það að Byko er að merkja vörurnar sínar, það er flott, en það er líka þannig að viðskiptavinir þurfa að koma og spyrja hvar finn ég þá vörur sem eru aðeins betur fyrir umhverfið. Það þarf aukna samkeppni, Siggi, sorry bara það hinir þurfa líka að fara í þetta til þess að auka samkeppna, til þess að séu fleiri sem að fara að nýta sér þessar vörur og með þeim húsum sem að nú er búið að byggja þá er búið að ryðja veginn, það er búið að gera þetta fyrir ykkur. Og að lokum vil ég segja sko húsið er búið að fá mjög mikla athygli, þetta er búið að vera gaman, það var mikið stoppað hérna þegar við vorum nýflutt inn í november 2017, desember 2017, það var mikið stoppað og fólk var að taka myndir á húsinu og við stóðum kannski bara svona, kannski ekki mikið klætt í húsinu og svo allt inni bara byrt allt inni hjá okkur og það var bara flass og fólk var að taka myndir af okkur þann inni eða af húsinu en við einhvern veginn lentu þann inni og það er mjög gaman en svo er ekki alveg öll athygli jákvæð, þarna var einhver sem postaði á heimasíðu Urriðaholts og fannst þessi aðili frekar grunnsamlegur að hann væri að taka myndir af húsinu fram og tilbaka og hélt að það væri einhverjum öðrum tilgangi heldur en að eiga myndir af fallegu húsi. En þetta er búið að vera mjög skemmtileg vegferð. Það er ekki ennþá búið að brjótast inn í húsi hjá mér, bara halda því á hreinu. Þetta er búið að vera mjög skemmtileg og lærdómsrík vegferð og ég ætla eiginlega að segja sko við byggðum umhverfisvænt hús og eftir 5 til 7 ár þá verður okkar hús ekkert sérstaklega umhverfisvænt með öll önnur hús sem verða byggð af því það er svo mikið að gerast í þessum bransa í dag. Takk.